að hún hringdi mig og sagði, ertu til í að taka út bara þessa setningu? Og svo hringdi hún mig sko hálfmánuð seinna og sagði, ég dauðs ég eftir að tekja þessa setningu út. Einmitt. En þá var þetta náttúrulega búið að birta þetta allt. Ég var örgulega lent í því sko, ef ekki bara byrja þér. Jú. Byrjum bara. Það þarf ekki að vera ritskoðan eitt. Nei, bara let's do this. Við vorum að tala eins podcast geiran sko. Og já, ég held ég hef mjög oft, nánast ekkert klift, en það er mjög algengt að einhver sem er búin að vera í viðtali, svo svona 2-3 dögum seinna fæ ég skilabóð frá viðkomandi þar sem hann er áhyggjufullur af því að hann ekki hvað hann var að segja sko. En þú ert í upptöku í kannski 1,5-2 tíma samtali sko, þá en yfirleitt síðan þú veist með leið þetta fyrir loftið og þá er fólk bara ánægt með það sko. Nákvæmlega. Það er svona reglan. Já, best að þetta sem mest orginalt bara, hver með sín nefi. Gaman að fá því heimsókn. Takk fyrir það Sölvi og takk fyrir að bjóða mér. Mér langaði kannski að byrja bara á svona, bara byrja á byrjuninni, á sögunniðinni. Maður alltaf þekkjaði mjög margir fyrir störfiðin í göttusmiðinu á sínum tíma. Hvað þú veist, mjög oft þeir sem að fara í svona störf eða eitthvað svona hugsjónavinnu eða eitthvað, það er eitthvað ástæða fyrir því. Klárlega. Sko, ég held á einu stað hef ég alltaf verið að bjarga sjálfum mér með því að fara í þessa vinnu. Okay. Alveg meðvindalaust. Að ég er náttúrulega gamalt götubarn. Fæddur uppalinn í borginni og fór þennan gráa stíg í gegnum allt barnæsku skeiðið og inn í fullorðinsár. Hvað kallar að vera götubarn? Sem sagt, ég valdi götuna frekar en heimilið, því heimilið var svo erfitt. Já. Það sem sagt skilgreining í mínum huga á götubarni. Sem sagt, ég bjó við aðstæður sem var mikið drykkja og og mikið heimilsofbeldi. Þannig að minn heimur var út á götu. Ég fór ekki heim nema bara borða, sofa, annars gerðist allt utan þeirra. Manstu bara eftir þér þannig að þú hafir í raun og veru bara sótt í að vera sem mest fyrir utan heimilið? Já, fjölskylda mín voru vini mínir úti. Þannig að sko, þar var ég samþyktur, þar var ókei að vera ég. Ég var gæinn sem að sko skipulaði fyrsta innbrot í 10 ára og gerði það með bravör. Ég greinilega verið klárt barn því að það var alveg plottað að stela lyklinum á sjoppunni og það var gert og svo var tímasett allt saman og við vorum 10 ára. Innbrot þá í verslun? Já, í verslun. Og í Laugarnesinu, ekki langt inn í burtu. Þú ert bara rétt hjá. Já, og ég man þetta var í janúarmánuði og einu verðmættin í þessari sjoppu voru ekki byrjað að reykja en eitt. Það voru leifarnar af flugöldunum sem voru seldir þá bara í sjoppum og svona. Og svo var náttúrulega að fara með alla flugöldana bara niður í Laugalækjarskóla. Og svo heldum við bara flugeldasýningu í sko frímínútunum. Og svo vorum við mikið að spá í það eftir flugeldasýninguna hver hefði raunverulega kjaftað. Ég meina sjoppan í 200 metri í burtu, við vorum ekkert svo klárir, við vorum ekkert góðir í þessu. Og flugeldasýningi var náttúrulega dead giveaway hverju gerði þetta. Nákvæmlega. Þannig skilgreining mín á götubarni er sem sagt þessi að einstaklingur sem velur sko að vera fyrir utan hreiðrið og nærist þar og líður illa inn í hreiðrinu, það er götubarn í minni skilgreiningu og við erum ansi mörg þessi götubarn sko. En það eru örugglega margir, svo eru náttúrulega mismunandi level á þessu, að því svo eru örugglega mjög margir sem að myndu kannski ekki segja að það veru götubörn, en það hefur samt alltaf skort kannski þessa tilfinningu heimili, af því að það var meðvirkni, drykkja, einhvers konar ofbeldi, en í þínu tilviki heyrist mér þetta hljóma eins og þetta sé svona í íktari kantinum. Já, og þetta náttúrulega fyrir barni var þetta bara norm. Þetta var bara svona hefðbundið snið. Ég held að öll börn var bara lamin heima á sér. Það var bara, sko, venjan. En einhverju stað vissi maður þetta var ekki lagi, þannig að maður var ekkert að taka vinina heim eða vera mikið heima.
En ég var að hugsa á leiðinni hingað, ég býði inn í Grímsnesinu og var að keyra hérna niður og sagði, hvað hérna, sagan mín er svo rosalega stór. Hún spannar núna 65 ár og þetta er svona fyrri hálfleikur og seinni hálfleikur, þar sem ég er núna. Fyrri hálfleikur var sem sagt þannig að ég sem götubarn og braut rúður og braust inn og gerði þetta hefðbundna og löggan að keyra mig heim og ég var komin til sko geðlæknis 10 ára og allir þessi pakki sko og fer síðan sko bara inn í unglingsárin, lesblindur, skrifblindur, glata heimili. Þetta lítur ekki vel út. Þetta var dæmt til að fara eins og það fór. Og ég er 14 ára komin á einhvern síðutógara frá Hafnarfirði, bara eftir annan bekk gaggó, með gaurum eins og Jelliagrími og einhverju svona Datti Buff og þeir var allir blind fullir í lögum að stað og og þannig er ég 14 ára gamall, bara seinþroska krakki, sko. Þannig þú ert seinþroska 14 ára krakki, komin á tógara með einhverjum... Jelliagrímum. Já, Jelliagrímum og mennum sem eru bara dettum díða á fullu og... Já, og lit út eins og útigangsmenn þegar þeir komum borð, sko, að þið voru búin fullir í nokkra daga í innverðinni, sko. Hvernig, sko, mér langar aðeins að taka smá hliðaskref, þú veist, að þú ert að tala um þetta með þig og síðan þetta sem þú nefnir núna með þá, að þeir að vera eins og útigangsmenn þeir koma. Sko, alkohólismi er rosa svona landlægur á Íslandi, en maður hugsa samt, það hefur margt skánað, sko. Þú veist, það? Ég hugsa þetta bara þegar sjómenn, sko, þegar þetta var bara þannig að þú varst nánast bara aldrei þurr á meðan þú varst í landi. Maður hefur tilfinningun að það hafi Þannig var það, sko. Það hefur breyst stórlega, því að þú lappar ekkert borð í tógar í dag og það fer í gegnum skólan, ég man ekki hvað hann heitir, og þarf það að fara í gegnum svona öryggisnámskeið og kunna blása lífi í fólk og allt þetta. Í þá daga varstu bara pikkaður á bryggjunni, sko. Og það var bara svona, og 14 ára krakkar, þetta var ekkert óeðlilegt þá. Við vorum svona hálfdrættingar, við fengum bara hálflaun, en stóðum alla vaktir eins og fullonir. Hvernig mótar þetta manna að vera komin á sjó 14 ára í svona aðstæðum og með svona mönnum borð? Sko, þetta náttúrulega... Þetta var einu stað, var ég náttúrulega skítræddu við þetta, sko. Þetta voru, sko, tröllmargir af þessum gaurum og ég var frekar lágvaxinn, með hárnir á mitti, veist, og einhver hélt að væri komin stelpa borð, skilju, þessi táningsár. Ég var náttúrulega bara rétt úr bakinu og bara ætlaði ekki að láta hanga mig á neinu, bara standa vaktina, no matter what, sko. Veist, þetta præt, þetta götupræt, sko, það er, sko, sá sem gerir mestu skandalina er flottastur, þannig að sjálfsvirðingin verður neikvæð. Hún sést að snýst upp í það að versti gæin verður fyrirmynd. Já, þú fær viðurkenningu fyrir að gera slæma hluti. Já, en sko, ég upplýði mig aldrei sem slæman einstakling, ég gerði bara slæma hluti. Veist, ég hagaði mér svo beist ef ég að kjaft fór ég að fann að tala snemma held ég bara alltalandi 2 ára og hef ekki þagnað síðan, sko. Þannig ég var alltaf klári í kjaftinum og gat snúið út úr og lenti í díalóg við hvern sem var. Og ef að sá díalógu fór eitthvað í skurð og nefarnir fór á loft, þá var mín fyrsta hugsun alltaf, ég fer ekki niður öðru sem glottandi, sko. Þó þetta voru gaurar sem að gnæfði yfir mig, sko. Seinna fattaði ég að það var miklu auðvelt að rota stóra gæði heldur en litla gæða. Af því að svo stórt taugakerfið þessu þungaviktin í boxi, þeir rotast mjög auðveldlega þessi stóru skrokkar. Ég var lítill og snöggur, veist, og þegar maður lendi í svona tappa eins og mér, þá kann þetta fara allavega hana. En að slást við stóru gæðina, það rætti mig ekki neitt, því að þeir rotuðust svo auðveldlega. Þetta hljómar eins og þessi hetjusaga, það er það ekki, þetta er einnig svo sorglegt, skilju. En þegar þú horfir tilbaka og einmitt bara horfir á þennan litla strák, þú veist, þú segir 10 ára ég farin í innbrot, þú nefndir eitthvað annað 10 ára, 14 ára komin á
og tógara hvað þú veist, ertu þá byrjaður í neyslu bara? Ég byrjaði að drekka 13 ára og þarna erum við komin inn í topic sem alltaf sama hita topicið og fyrsta skipt sem ég var fullur 13 ára þá opnuðust himnarnir þarna efnið komið sem að ég get allt í einu bara verið með sjálfum mér skömmin fór, reiðin, biturleikin ég þorði að tala við stelpur og veist, þetta gaf mér sjálfsvirðingu og þetta fyllir ég fór ekkit vel, þá var ég fluttur upp í Mosó og ég vaknaði allir fötunum grútskítugur en það fyrsta sem ég hugsaði þetta ætla ég að gera aftur þarna efnið fundið margir túlka þetta að maður sé fættur með genetist eitthvað og fættur alkoholisti og blari jari sko, sem ég hjartalega ósammála og löngum mikil umræði, ég veit ekki hvort þú inn í hana en enga síður var ég bara krakki að deyfa sársauka og ég fann deyfilífið fyrsta sem ég ætla ekki að þykjast vera sérfræðingur í alkohólism en fyrsta sem kemur til mín einmitt, þú veist að þetta að ég hef heyrt mjög marga lýsis sko, allt í einu bara hvort sem það kannabis eða fyrsta skipt sem fyrir á fyllir í allt í einu ég bara í lagi allt í einu slöknar á öllum þessum óþægilegu tilfinningum og það er náttúrulega bara vegna þess að mínum að þú ert svo trámaður sko. Að heilin í þér í raun og veru bara svo skakkur að þú ert búin að strax sem barn búin að þróa með þér allar þessar óþægilegu tilfinningar og taugakerfið þetta aldrei í slaka og svo farið allt í þenni eitthvað efnin í skrokkin sem setur þið bara í allt annað ástand og þá bara náttúrulega, svona að vera eðlur. Já, og þetta reynir að komast þangað eins ofta og getur. Nákvæmlega. Og svo ánættastu þessu lífstíl. Ég semst band með fullt af tráma eftir heimilisofbeldi. Ég misnota bara kynferðislega og var misnotaður inn á barnaheimili sem að borgin rak, Silungapollur. Var sendur þangað, þú veist, og sagt, ég fatta það ekki fyrir sko, nú ég alveg að kjafta mér í hótt, sko mála það með mig, ég búin að vera 30 eitthvað ári í þerapi, alltaf að lita sjálfum mér. En ég tikkaði öll box sem misnota barn, en ég átti enga minningu misnotkun. Samt tikkaði öll boxin að ég hef verið sexual misnotaður. Og eitt af því var allir með skakríflexar. Já, en það erfitt með að busti mig í jakslana því ég fyrir svo auðvitað að kúast. Og gleipa pillur og ég breiði yfir litt pillur, sko. Ég verið að taka pensilín, trúðu mér, pensilín er ekki gott að bragðið. Og en svo þegar ég var 60, þá fór ég sem sagt, tók svona ayahuasca-serimóníu, eina helgi, sem að sko toppaði alla 30 ára þerapíuna mína ein helgi. Þetta var mind-blowing ferðalag. Og veist, þú ælir svo múki, skiluru og þetta gerist allt saman. En þá allt í einu, þá opnast fyrir þetta að ég fer bara í gegnum aðstæðunar þar sem ég var misnotaður. Það var sérst iðnaðarmaður á Silungapalli voru laga húsin sem að sérst, þú getur giska á gagríflexana hvað hann gerði við mig, sko. Og þá meikaði þetta allt sens, þannig að ein helgi í ayahuasca gerði meira fyrir mig heldur en allar þessar þerapíur sem ég búin að lappa í gegnum síðastliðin 30 eitthvað ár. Þannig að þá loksins fór græni vírin í samband. Það varð einhver tenging innar með mér, veist, jarðsambandi í klónni, sko. Nú meikaði þetta allt sans. Af því ég skildi ekki kvíðan minn, ég skildi ekki óttan minn, ég skildi ekki af hverju nægi ekki þessum græna víri í samband. Þráttur ég búin að fara í gestalterapíu, inn og út, alls konar stofnunum, enga terapíu, name it, been there, done that. En það vantaði alltaf eitthvað. Og það var þetta atvikið sem var síðasta púslið í mínu sjálfsbata. Ég er búin að eitru í 30 eitthvað ár, 33 held ég ættur að telja þetta. Að þetta er eitthvað sem ég dröslast með í undirmeðundinni allt mitt líf. Sem gerði það að verkum ég átti mjög óheilbrigt samband við konur. Mjög óheilbrigt. Veist, líkur sæki líkan heim og ég var jaðarbarn og broti barn og ég valdi þetta brotna konur, við pössum saman og átti að búið til heimili og getur ímyndað hvernig það fór skilurðu, en ég kannski kom langt út úr spurningunni, en
í upphafi skal endið skoða. Og nú ég seinni hálfleik í lífinu og var að hugsa á leiðinni inn í borginni sem ég var að segja á hann, sko, hvernig þetta kaflaskipt. 30 ára gamall, enda ég inn á drykkjumannahæli en eina ferðina. Og svo illa 8 ári held ég var að skíðahóteli fyrsta daginn, að ég var snjór úti, sko. Og því ég kem fram þá var allir í sloppum og ég sagði, shit, ég komin hingað aftur, sko. Og ég var náttúrulega mjög ósáttur við þetta og mér var eiginlega hent út úr stofnuninni eftir 7 daga. Ég kom svo oft. Fyrsta áfengismeðferðin mín var inn á Silungapolli, pældi því. Þar sem ég var misnotaður sem barn í sama húsinu. Þetta er svo crazy þegar maður segir það. Og þá ég tvítur. Að ég vissi þetta var all wrong. Það var eitthvað að mér. Ég var eitthvað bilaður. Þannig ég lagði mig mikið fram við að fela hver ég var og hver ég er. Þannig að ég staðna bara í þroska þarna einhvers staðar, sko. En hvernig fyrir þið að fara síðan í sko, störfin sem þú ferði í? Fara í? Störfin sem þú ferði í. Þar sem þú byrjar að í raun og veru, eins og þú sagðir sjálfur í byrjun, að hjálpa sjálfu þér svolítið, með því að vera að hjálpa kannski börnum og unglingum sem í svipaðri stöðu. Er það verður það einhvern veginn kannski á meðan að fólk næri að hella sér út í svoleiðis starf, verður það þá eitthvað sem þú einhvern veginn er að gleyma sjálfu þér á meðan? Nei, ég held að ég haf alltaf verið að díla við sorg mumma litla, sko. Og ég þvældi, ég kvikmyndagerðarmaður og menntaði mig því, loksins tókst mér að klára þann áfanga að vera menntaður kvikmyndagerðarmaður. Og 1991-2 var nú ekki mikið að gerast í kvikmyndagerð á Íslandi, 2 sjónvarpsstöðvar og þetta var allt einhvern veginn bara erfitt. Og maður fann að gera einhverja tómats og auglýsingar og svona, en ég sá alltaf fyrir mér Óskarinn, sko, að vera með leikurunum. Nema hvað að ég fæ símtal frá vinkonum minni sem segir, ertu til í að kenna kvikmyndagerð í félagsmiðstöð? Og ég bara, þú veist hvernig það er. Þegar maður er listamaður þá þykkur maður allar vinnu. Og því ég kem inn í þessa félagsmiðstöð, hérna í einu útkverfinu og hafði ekkert spáð í þetta. Ég reyndar hafði gert heimildamynd fyrir RÚV sem hét Utangarðsunglingar. Ég hafði svo mikið áhuga á þeim. Krakkar sem byggu á götunni. Og þetta 91 eða 2. Þannig ég byrjaði að flörta við hennar málaflokk. Og síðan fer ég hérna að vera með einhverja kvikmyndaklúbba og við búum til einhverja tónlista myndbanda keppni sem er skemmtilegt alltaf, nema það ég farin að spotta mína líka í salnum. Ég sé mummana og mummurnar í salnum. Þannig að ég tengdi strax við þessa krakka. Þetta voru krakkar, eineltskrakkar, þetta voru reiðir krakkar, þetta voru krakkar sem voru svona jaðarbörn eins og ég þekkti svo vel. Nema að ég fæ bara ofur áhuga á þessum krökkum. Sem sagt. Og fæ leyfi til að stofna svona strákaklúbb með eineltistrákum. Og ég mani til því þetta var rosa rekistefna niður í ITR að því þetta hljóma allt eitthvað svo pervertíst að ég, fullorðinn maður, hefði áhuga, semst, ég vildi vinna með strákum, bara út af, bara eðli málsins samkvæmt, bara að ég var að stofna strákagrúpu með strákum og við ætlum að gera strákathings. Og strax hringdi einhverja vorningbjöllir á ITR og skólakerfinu og ég var tekin á hvert fundin og fættur öðrum hvað ég meinti með þessu. Og mitt argument var að það eru stelpuklúbur hérna út allt. En það er engin strákklúbur. Svo ég fer að díla við þessa stráka og við förum í bústaðaferð og gerum eitthvað svona, förum í bíó og veist, þeir eru svolítið að peppa okkur upp og ég var svolítið að kenna þeim að standa með sér. Þetta eru strákar sem að urðu svolítið illa undir í kerfinu. Og ég man eftir einu sem var yðurlega með ráka á bakinu. Alltaf rækt á hann, sko, á göngum skólans. Hann getur ímyndaði sorginn í því. Nema hvað að þetta vex. Þessi þáttur er áskriftaþáttur.
Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.